Hver Sigurður Ingi? Hvaðan kemurðu? Ég bara fæddur í sveit, alinn upp í sveit og þegar ég var svona að verða að nálgast fullorðinsárin þá langaði mig að finna mér eitthvað starf sem að tengdist því að ég geti verið út í náttúrunni, tengdur dýrum með einhvers slíku. Og þess vegna ákvað ég að verða dýralæknir og hef starfað við það drjúgan hluta ævinni en búið í sveit. Þannig að ég hef náð þeim markmiðum sem að ég var sem barn. En ég held að hver ég er held ég svolítið nátengt því bara að vera fæddur í sveit og ég þarf þessa jarðtengingu, náttúrutengingu, dýratengingu, annars bara þrífst ég ekki. Hvers vegna ákvaðstu þá að fara í stjórnmál? Það svo bara vírus sem að meðal annars í fjölskyldunni. Var alveg alinn upp á heimilið sem var pólitík var rædd. Afi minn hafði verið í stjórnmálum eða sveitarstjórn á Selfossi mörg ár, nafni minn. Mamma var komin í sveitarstjórn og var búin að vera. Þannig að þegar ég fluttist heim frá útlöndum og þá allt í einu var ég dottinn inn í sveitarstjórn. Ekki endilega ég hafi boðið mig fram en síðan fann mig vel í þessu. Það gaman að takast á við að bæta samfélagið og finna sér svona einhvern grundvöll í því. Þannig að, já, ég bara álpaðist út í þetta. Ég var búinn að vera í 4 kjörtímabil í sveitarstjórn. Þá fannst mér hins vegar að vera komið nóg og ákvað að hætta. Og ætlaði að snúa mér að dýralækningum algjörlega. Ég ætlaði að fara að læra óhefðbundnar lækningar. Ég var búinn að finna mér skóla þar sem var hægt að læra nálastungur á dýrum og einhverju slíku. Og var á leiðinni í það þegar að blessað hrunið kom. Og bara allt í einu helltist yfir mig, ég veit ekki hvað það var. Ég var kannski bara eins og við öll vorum svartsýn. Kannski gæti ég gert gagn, það var ekki fyrirtæki, verið í forsvari fyrir sveitarfélög og tekið þátt í svona alls konar á sunnlenskum vettvangi. Bauð mig fram og eitt leiddi öðru og hér er ég, enn 15 ára síðar og hef enn áhuga á því að bæta samfélagið. Bæta samfélagið er svona svolítið kannski klysja að mörgu leyti, fyrir hverju brennur? Já, það er alveg rétt, það er klysja að bæta samfélagið, ég held að allir vilji það. En fara síðan mismunandi leiðir. Ég til dæmis varð framsóknarmaður í Danmörku í námi þar. Það eru nokkri framsóknarflokkar, en ég gat valið mér. En það var eiginlega ástæðan fyrir því að mér fannst svo mikilvægt að í lýðræðinu væri miðjuflokkur sem gengi svona öfgalaust til verka. Væri mótvægi við stóra flokkinn á Íslandi sem var Sjálfstæðisflokkurinn sem að mér fannst vera jafnmikil ógn í eins og sósíaldemókrataflokkarnir á Norðurlöndum sem voru búin að vera 30–40% flokkar og stjórna samfélaginu ákveðna valdablokkir. Mér fannst mikilvægt að miðjan yrði sterkari og það heillaði mig að vera þar og svo auðvitað ræturnar sem Framsóknarflokkurinn hefur í sveitum lands. Þannig að við höfum alltaf horft til sveitana, landbúnaðar en líka bara það að það sé lífvænlegt að búa alls staðar á Íslandi. Þannig að það held ég það sem mig langar til að bæta. Það að allir hafi jafnt aðgengi til þess að þroskast og þróast óháð því hvar þeir fæðast, hvað efnahag fjölskyldan býr við, hvað uppruna þeir af og svo framvegis. Það er Framsókn. Við erum á réttri leið og þessi efnahagsstjórn sem þessi ríkisstjórn hefur haft hún hefur skilað miklum árangri. Við höfum farið í gegnum erfiða tíma, COVID, Grindavík, stríð í Evrópu og ríkissjóður kemur býsna sterkur út. Og við erum að sjá vextina fara hratt niður, eða verðbólguna, og vextina byrja að fara niður og við munum sjá það fara hratt niður næstu mánuði. Þannig að við erum á réttu leið. Þegar ég kom inn í fjármálaráðuneytið þá spurði ég mig strax hvað það sem við getum gert betur. Og það var tvennt sem að ég setti einfaldlega í gang og það var annars vegar þetta hvernig getum við búið til meiri stöðuleika á lánamarkaði fyrir okkar fólk. Hvernig getum við tekið
Svo bara íslensku, hvernig er hægt að taka eins og í öllum öðrum löndum, eða af hverju getum við ekki tekið, þetta er sagt, eins og í öllum öðrum löndum, löng óverðtryggð lán með föstum vöxtum. Ég hef heyrt af því öðru hvoru að þetta hefði verið rætt, en það var aldrei verið sett á oddinn. Þannig að ég fékk mann til þess að fara í það verkefni að útfæra þetta sem hefði vænst að geti skilað af sér svona síðra þessa vetrar. Ég átti ekki von á kosningum í þessar aðstæður. En við erum byrjuð. Það var svona eitt af lykilverkunum, vegna þess að það sem mér hefur fundist vanta inn í að horfa á efnahagsmálin, það er að horfa út frá heimilunum. Og þar er það sem sagt húsnæðið sem er lykillinn og sú staðreynd að þegar að Seðlabankinn er að reyna að hækka eða peningastefnunefndin er að hækka stýrivexti, þá er ekki markmiðið að hækka lán hjá þeim sem tóku lán fyrir 5 eða 10 árum. Þeir eru að takmarka nýja útlánagetu. En með þeim aðferðum sem við erum í dag, með verðtryggð lán eða með stutt óverðtryggð lán, þá hefur þetta áhrif á alla. En þetta myndi ekki hafa áhrif á þá sem eru með langtíma lán, 10, 15, 20 ára lán, ef að svona aðstæður koma upp, sem er eðlilegt og svoleiðis á þetta vera. Það er verkefnið. Hitt verkefnið er hvernig getum við minnkað fjármögnunarkostnað ríkisins. Af hverju borgar ríki líka svona háa vexti? Verandi með svona öflugt kerfi sem við erum komið með. Fyrir 50 árum vorum við bara með sjávarútveg sem grundvöll íslenska efnahagslífs. Núna erum við með sjávarútveg, við erum með orkuna gegnum ál, við erum með ferðaþjónustuna, en við erum komið kannski 2 nýjar stoðir til viðbótar. Iðnaðinn, skapandi greinar, fiskeldi, við sjá lyfjaiðnaðinn vaxa. Þannig að nú erum við komið miklu meiri breidd sem þýðir að við eigum í augu umheimsins, þeir sem vilja lána okkur peninga, lánshæfismatsfyrirtæki, etc. Þeir eiga að horfa á okkur með þeim augum að við getum fengið lægri vexti. Við þurfum líka að vinna eitthvað í þessu hjá okkur sjálf og hluti af því er einmitt að taka, ef ríkið myndir ganga inn á þennan lánamarkað og fara að taka löng lán, lengri lán sem við gætum í samspili með Seðlabankanum og bönkunum veitt síðan út á húsnæðismarkaðinn. Það yrði win-win fyrir bæði ríki og lántakendur. Þannig að þessi 2 verkefni tengjast. Þetta var það sem ég vildi gera því komin í ráðuneytið. 3. var síðan að horfa á allar þær eignir sem ríkið á og sinnir ekki almennilega. Þarf það eiga þær, ef ekki, seljum þær, eru þær að drabbast niður, lögum þær og gerum betur í kringum þær eignir sem við eigum og ætlum að eiga. Sko á þessum stuttatíma, hvað er þetta, hálft ár, þá hefum við gert mjög mikið. Og við hefðum getað gert enn meira á einhverjum x mánuðum í viðbót. Nú er það ekki í boði, en engu að síður þá vitum við að þetta er hægt. Þarna eru verkefni sem við getum sinnt og einhverju hluta vegna finnst mér ekki hafa verið sinnt nægilega vel á liðnum árum. Er þetta verkefni sem hún nefndir löng óverðtryggð lán með föstum vöxtum, hvaða áhrif mun þetta hafa á heimilin? Þetta mun þýða það að alveg eins og í öllum öðrum ríkjum í kringum okkur, alveg óháð því hvaða gjaldmiðil menn eru með, hvort það er norsk króna, sænsk króna, dönsk króna, evra eða brestpund, að þá getur þú fest vextina til kannski 15-20 ára. Og þeir eru miklu lægri. Þú veist alltaf, allan tíman, hvað þú ert að fara að borga. Þó það komi upp tímabundnar verðbólgusveiflur, þar sem að peningastefnunefnd Seðlabankans stígur inn í til þess að takmarka ný útlán, þá hefur það ekki áhrif á þig og þín lán. En sko verðtryggingin, af hverju ekki bara að taka hana út á myndinni? Þarna myndi hún í raun og veru hverfa, vegna þess að þarna ertu komið raunverulegan valkost við hana. Ástæðan fyrir því að hún hefur alltaf, eða oft, orðið valkostur fólks, er að þú getur falið greiðslubyrðina með því að taka verðtryggð lán sem er tímabundið, en svo bætist það bara við lánstíman og þú ert í raun og veru að borga þetta lán aftur og aftur. Og til þess að ná þessu þá þarfst að komast í löng, föst óverðtryggð lán sem valkost við verðtrygginguna. Þetta er leiðin til þess að losna við verðtrygginguna. Ok, þú varst nú í öðru ráðuneyti
áður en þú komst inn í fjármálaráðuneytið. Hvað finnst þér svona hafa staðið upp úr þar? Sko, reyndar fjölmargt. En sko, við það að búa til innviðaráðuneytið sem við gerðum núna á þessu seinna kjörtímabili, þar sem við tókum húsnæðis- og skipulagsmálin inn í sama stað og við erum með sveitarstjórnirnar og samgöngurnar, þá gæstu fara að horfa á þetta svona miklu meiri heild. Og þess vegna gátum við fara að gera samninga við sveitarfélög að þau myndi skaffa lóðir og gera ákveðna hluti á meðan að ríkið myndi þá koma með stuðningu eða byggja húsnæði á þessum lóðum og eða koma með stuðningu vegna samgöngumála. Þetta var svona finnsk fyrirmynd. Ég fór til Finnlands og kynnti mér hvernig þeir höfðu verið að vinna þetta. Það var eitt. Annað var það að átta sig á því að við þyrftum að horfa til lengri tíma. Við þurfum að plana hlutina betur, við þurfum að undirbúa okkur betur. Því að staðreyndin er svo að við höfum meira og minna alltaf verið í svona sveiflum á Íslandi. Og þegar ríkið loksins hefur verið tilbúið að fara að vinna gegn sveiflunni, þá er niðursveiflan búin og við erum komin upp sveiflu og ríkið hefur komið inn að krafti og ýkt upp sveifluna. Þannig að við þurfum að plana, vera tilbúnari og horfa til lengri tíma, ekki síst fyrir verktakana. Hvort sem þeir eru á húsnæðismarkaði eða í samgöngum, að þá verða þeir að hafa fyrirsjáanleika það að á næstu 5, 10, 15, 20 árum ætli ríkið að fara í svo og svo mikla framkvæmdir, þannig að fyrirtækin þurfa ekki að vera svo harmonikkur. Þannig að ég er eiginlega stoltastur af því að hafa náð því fram að við höfum horft til langstíma. Auðvitað gerðum við það áður í samgönguáætlun, en við erum farin að gera það líka í öðrum framkvæmdum, húsnæðisáætlunum, byggðaáætlunum. Við erum farin að horfa til lengri tíma og vita hvernig við horfum til langra framtíðar. Síðan eru 5 ára framkvæmdatímabil eða aðgerðaráætlun sem að gera það verkum á hverju kjörtímabili getur unnið að einhverjum ákveðnum hlutum, en þú ert með þessa langtíma sýn sem að mér finnst hafa skipt miklu máli að búa til á þessum árum í ráðuneytinu. Hvernig hefur svona ríkisstjórnarsamstarfi gengið heilt yfir? Sko, heilt yfir hefur samstarfið ríkisstjórn milli fólks verið ágætt. Staðreyndin hins vegar sú að á þessu seinna kjörtímabili þá hefur samstarfið niður á þingi milli stjórnarflokkana verið mjög lélegt, afleitt. Hvernig þá? Mjög fljótlega kom í ljós að Sjálfstæðisflokkurinn var ósáttur við að vera í þessari ríkisstjórn og einstakir þingmenn hans fóru bara beinlínis í stjórnarandstöðu og í ljós kom að svona smátt og hefur kannski verið bara raungerast núna í rúmt 1,5 ár að það var mjög erfitt að vera í samstarfi við Sjálfstæðisflokkinn því hann var á einhvern hátt stjórnlaus. Menn gerðu bara það sem þeim datt í hug og komust upp með það. Þannig hefur það held ég aldrei verið í sögu Sjálfstæðisflokksins, allavega ekki núna seinni áratugina. Vinstri grænir voru hins vegar ekki nærri eins öflugir á þessu kjörtímabili, það sé bara þingmennirnir eins og þeir voru á síðasta kjörtímabili. Þar voru bara nokkrir einstaklingar sem voru mjög góðir í að mynda liðsheild, lausna með þeir. Við þekkjum það alveg að Vinstri græn eru með talsvert öðruvísi skoðanir heldur en við og talsvert öðruvísi skoðanir heldur en Sjálfstæðisflokkurinn. Þannig að það kallaði á lausna miðaða nálgun. Það var miklu erfiðara hjá þeim á þessu kjörtímabili. En aðalvandinn á þessu kjörtímabili upp á samstarfi í ríkisstjórn og ríkisstjórnarflokkum var að Sjálfstæðisflokkurinn var ekki samstarfsfús. Hann vann aldrei að lausnum í mjög langan tíma, ekki bara síðustu mánuðina, bara í mjög langan tíma. En akkur, og ég meina voru það mistök þá að halda áfram í rauninni eftir að Katrín Jakobsdóttir ákveður að segja sig frá þessu? Það var auðvitað mjög erfitt að taka ákvörðun þá, svona í að vera með kosningar í aðdraganda forsetakosninga. Við veltum því alveg fyrir okkur. Í janúar á þessu ári munaði mjög litlu að ég kallaði saman þingflokkinn og tæki bara umræðin hvort það væri ekki orðið gott. Og það var vegna þess að
Sjálfstæðisflokkurinn var ekki tilbúinn þá til þess að takast á við alls konar hluti og Vinstri grænir ekki heldur. Við vorum þá, og þetta var svona áður en að við náðum saman útlendingamál, þá var bara svona svo hver hendin var upp móti annarri. Við vorum að reyna að leggja fram okkar skynsömu tillögur okkur fannst, sem var síðan niðurstaðan að þessu samkomulagi í mörgum liðum til nokkur ára, sem var grundvöllur þess að við náðum tökum á útlendingamálunum. Við höfum lækkað kostnaðinn 10 milljarða á þessu ári, með hvað hann hefur ellegar farið í, og við erum búin að ná miklu betri stjórn á þessum málaflokki heldur en bara í mörg ár. Annað var að Sjálfstæðisflokkurinn var mjög efins hann ætti að koma að kjarasamningum, sem að mér hefur þótt vera eitt af lykilatriðum ríkisstjórnar sem að veri svona sett saman, að hún myndi mynda þennan stöðuleika. Þannig að það var mjög stutt frá því að ég tæki þá ákvörðun að nú væri nóg komið. Eftir á að hyggja hefði sjálfsagt verið réttast að átta sig á því að þegar að Sjálfstæðisflokkurinn gat ekki klára nein einustu þingmál ríkisstjórnarinnar vorið 23, að þá hefðu við átt að segja nú nóg komið. Af því að við fórum á stað, og ástæðan fyrir því við fórum á stað, við vissum alveg að þetta yrði erfiðara á þessu kjörtímabili. En við fórum á stað á þessu kjörtímabili vegna þess að það voru engir aðrir valkostir. Þetta voru þó 3 stærstu flokkarnir. Og þetta var það sem fólki í landinu vildi að ynni saman áfram. Okkur hefði gengið vel á fyrra kjörtímabilinu og hinir flokkarnir voru bara einfallega ekki tilbúnir til þess að vera ríkisstjórn. Ég er ánægður með mitt fólk í Framsókn. Við lögðum á þessum tíma gríðarlega mikið á okkur. Ráðherrarnir hafa verið afkastamiklir, þeir hafa nánast búin að klára stjórnarsáttmálann þó að það sé tæpt ár eftir á honum. Og þingmennir hafa gengið í takt til þess að klára þessi mál og núna í seinni tíð þá komu þetta margir nýir inn, en svona síðasta árið hafa þeir verið þeir aðilar sem hafa reynt að vera lausnamiðaðir í meirihlutanum í hverri nefnd. Þannig að ég er ánægður með mitt fólk, en það er ekki hins vegar hægt að keyra heila ríkisstjórn á því að einn flokkurinn sé lausnamiðaður ef hinnir eru hvorki hafa getu til þess eða hreinlega á móti því, eins og var mjög oft tilfellið með Sjálfstæðisflokkinn. Sko, ábyrgð okkar er kannski fyrst og fremst gagnvart kjósendum okkar flokks. Við höfum nefnilega sagt að í mjög langan tíma vorum við meðvituð það að þessi ríkisstjórn væri ekki að ná þeim árangri og hún talaði út og suður, hún skapaði ekki trúveruleika, hún skapaði ekki traust. En á meðan að við töldum að það væri mikilvægar að við værum að klára þessi verkefni sem voru samfélagslega mikilvæg, jafnvel þó að kostaði okkur fylgi, að þá litum við svo á að við værum að gera vel. Jafnvel þó við værum meðvituð það að þeir sem að höfðu kosið okkur, myndi kjósa okkur, myndi fækka. Einfaldlega vegna þess að ríkisstjórnin var óvinsæl. Við erum búin að vera lengi, sama fólkið, kannski á litla breytingar á ríkisstjórninni, en fyrst og fremst var einhver leiði komin á okkur. Því að staðreyndin er svo að staðan á Íslandi er býsna góð. Efnahagsmálin í góðum málum, atvinnulíf blómstrar og allt það sem að menn hafa nú kallað eftir að þurfa að gera betur hefur sjaldan verið í eins góðum málum. Tökum bara heilbrigðiskerfi sem dæmi. Auðvitað eru áskoranir, en menn höfðu bara mist trúna á að ríkisstjórnin gæti það. Við höfðum þá trú að það skipti máli að við kláruðum þessi verkefni áður en við færum gengur til kosninga heldur en að hlaupa frá. Okkur fannst það að vera meiri heigulsháttur að henda handklæðin inn í hringinn og gefast upp heldur en að klára verkefnið. Auðvitað vorum við með þá von í brjósti að annars vegar væri komin árangur af því að ná niður verðbólgu og vöxtum og að það að klára verkefnin sem við vorum með og eru síðan bara skilin eftir núna í lausu lofti, að það myndi sýna þjóðinni að það væri, og það skipti máli hverju stjórnuðu og það skipti máli að það væru til stjórnmálaflokkur
sem væri traustsins verður. En þegar að leikurinn er flautaður af einhvern veginn í lotu 3 og það eru 5 lotur, að þá allt í einu getur ekki klárað verkefnin. Þú nýtur ekki góðs af úthaldinu sem þú myndir að fá frá dómurunum ef þú heldur út 5 lotur. Og þú þarf bara að sætta þig við það að nú fellur dómur á grundvelli einhverja punktstöðu. Það hlýtur að svíða samt þá ef þetta var stefnan og þetta er trúin að þið séu að gera gott og svo kemur það í ljós að þið eruð að tapa fylgi og eins og þú segir, staðan er góð í samfélaginu almennt, þá hlýtur það að svíða að sjá það ekki í fylgistölum. Já, það er pirrandi og það er pirrandi að vita það eða allavega að hafa þá trú að ef við hefðum einfaldlega náð að ljúka verkefnunum, séð og fundið fyrir árangrunum af efnahagsmálunum, sjá verðbólguna fara hraðar niður, lengra niður. Hún er vissulega búin að lækka helming frá því að hún var hvað hæst, bara fyrir 1,5 ári. En sjá hana komast bara á réttan stað á meðan þú ert í ríkisstjórn, þá er ég sannfærður að það hefði skilað okkur betri árangri. Og auðvitað er maður hundfúll yfir því að vera tekinn út af. Þetta er bara eins og að vera í fótboltaleik og vera kippt út af þegar þú finnst þú eiga nóg eftir og vaðir í færum. Vandi okkar er basically það að ná til fólks í þessum hávaða sem er í gangi. Og við sjáum bara að kosningarnir í Bandaríkjunum voru sagðar hafa snúast efnahagsmál. Verðbólgan þar er 2,8% og fyrir lækkandi. Hún var sögð hafa verið átt að snúast vaxandi fjölda innflytjenda. Hann hefur ekki verið minni síðan 21. Það er þetta sem ég áhyggjur af. Að í samfélaginu eru bara grassherrandi sögur hluti sem eru rangir. Og þegar við erum að koma fram og reyna að segja hlutin eins og þeir eru, að þá höfum við einhverju hluti vegna ekki trúveruleika í heyran. Eða sem að fólk vill ekki hlusta á okkur. Það er það sem ég áhyggjur af. Ég hef eins og að trúa því að til lengri tíma þá muni fólk meta það við okkur, hvað við höfum gert. Þegar öfgarnir ganga lengra og lengra, þá er mjög mikilvægt að það sé skynsamur flokkur á miðjunni og það er engin annar en Framsókn sem er þar. Ég átti þetta samtal við norrænu miðjuflokkana og ég held að okkur hafi til að mynda tekist í síðustu kosningabaráttu að komast í gegn og útskýra fyrir fólki að miðjustefna er pólitík. Alveg eins og hægri stefna er pólitík og vinstri stefna er pólitík. Þegar ég byrjaði í prófkjöri 2009, þá var 18 ára ung stúlka með mér í prófkjörinu sem hélt þessa fínu ræðu. Hún sagði að það er svo auðvelt að tala fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hún segir bara frelsi, frelsi, frelsi og það vita allir hvað tala um. Það er svo auðvelt að tala fyrir Vinstri græna. Hún nefndi nú bara 3 flokka á þeim tíma. Þú segir bara ég er á móti, ég er á móti, ég er á móti og það skilja allir hvað tala um. Ef ég ætla að koma og segja ég er framsóknarmanneskja, ég er stundum með frelsi og ég er stundum á móti, að þá þarf ég lengri tíma til þess að útskýra það. Og ég held að okkur hafi stundum mistekist að fá fólk til þess að hlusta á að miðjupólitík er pólitísk stefna en ekki móð eða eins og þú segir einhver keppni einhver að finna eitthvað sem er vinsælt á hverjum tíma. Það er alrangt. Enda hefði flokkurinn ekki lifað í 100 ár ef hann hefði ekki fylgt pólitískri sýn alla tíð. Af hverju finnst þér að fólk ætti að kjósa Framsókn í dag? Bara augljóslega á grundvelli þess sem við höfum verið að gera á þessu kjörtímabili og reyndar þar síðasta líka. Við höfum bara sýnt í verki að það sem við setjum á borðið fyrir kosningarnar og komum í stjórnarsáttmála, því að það kemst ju ekki allt þangað, að það framkvæmum við. Við höfum bara sýnt að við getum það og þau verkefni, þær áherslur sem við verum með, þau hafa bætt samfélagið. Alla daga. Við höfum tekist á við erfið mál, erfið úrlausnarmál, kerfisbreytingar.
Við híkum ekki við það ef að það en það erum við hérna róttækur umbótaflokkur í grunninn. Og ég held að öll þessi rök ættu að hjálpa fólki að taka ákvörðunum að fylgja okkur. Við erum dugleg, við erum vinnusöm. Þá held ég að þetta spretti að einhverju leyti upp úr því að þú þurfir að hafa meira fyrir hlutunum, eins og ég var að nefna hérna áðan. Þú þarft að hafa meira fyrir hlutunum og útskýra hvað miðjupólitík er. Þú þarft að hafa meira fyrir því að fá fólk með þér. Við kunnum að laða það besta fram í fólki með samvinnu, með samtali. Og með því að gera það, þá kallar það þetta á vinnu. Það gerist ekki að sjálfu sér. Þú verður að taka samtal. Þú verður að leggjast yfir, þú verður að hlusta á hvað hinn að segja ef þú ætlar að finna réttu leiðina, sem oft er miðjan. Þannig að ég held að þetta sé samofið við þá pólitík sem við stöndum fyrir. Það er að segja að vera á miðjunni, vera samvinnufólk, að dugnaðurinn sé samofinn því. Hvað fer mest í taugarnar á mér í þessari kosningabaráttu? Ég held að það sé tvennt. Það er annars vegar þessi endalaus uppróp að hér sé allt í kalda koli þegar það er það ekki. Og maður þarf eiginlega að nota hvert þátt og hvert samtali í að vera leiðrétta við með landan. Og hitt sem fer svolítið í taugarnar á mér, kannski ekki alveg eins mikið, að það er þegar að fólk kemur og einstaka flokkar og segja við erum með plan, við erum búin að tala við fólkið í landinu og hérna er planið. Og hvað er planið? Tökum dæmi. Örugg skref í heilbrigðisþjónustu hjá Samfylkingunni. Það er allt það sem viljum er búin að gera eða búin að vera að gera. Eða framkvæmdaplan Samfylkingarinnar. Það er húsnæðisstefnan sem við unnum og samþykktum í vor. Við erum búin að tala við fólki í landinu sammála okkur, þetta er plan. Já, þetta er það sem við erum búin að vera að gera og ætlum að gera áfram. Og þú nærð aldrei þessu samtali hver er munurinn á þessum plönum hinnaflokkana og þess sem við erum að gera. Það er bara alltaf einhverju upprópanir. Þetta byrjar mig. Sko, þegar að kosningarnar eru búnar, þá stöndum við frammi fyrir því að það þarf að mynda ríkisstjórn. Og ef við höfum eitthvað það að segja, þá myndum við auðvitað fyrst líta í kringum okkur og segja hverjir eru líkastur okkur sem eru líklegir til að framfylgja þeirri stefnu sem við vorum með. Það dugar ekkert alltaf. Og nú segi ég bara að fyrir 3 árum varð þessi ríkisstjórn að halda áfram, af því það voru ekki aðrir kostir í boði. Er einhverjir flokkar algjörlega útilokaðir að vinna með? Ég ætla ekki að segja það. Ég ætla hins vegar að segja að sumir eru ólíklegri en aðrir. Og einfallega vegna þess að ég held þessu mismunandi stjórntækir. Og satt best að segja þá hef ég svolnar áhyggjur af því að það verði erfitt að búa til ríkisstjórn á Íslandi vegna þess að mér finnst mjög margir flokkar ekki geisla af því að þeir séu líklegir til að ráða við það að sitja í stjórn, gera málamiðlanir við aðra flokka og framkvæma síðan þær málamiðlanir. Er eitthvað á kjörtímabilinu sem þú sérð eftir? Við getum bara nefnt einstök, sko, það er að nefna einhverjar einstakar, við getum bara nefnt sem dæmi að eiginlega alla þennan tíma, sko 7 ár, ekki bara þessi kjörtímabili, hef ég verið að horfa til þess að breyta nálguninni í framkvæmdum, samgöngum, að geta nýtt kosti þess að vera með samvinnuleiðir, svo kallaða PPP-útfærslur. Og ég held að það hefði verið hægt að ná því samtali við Sjálfstæðisflokkinn, fjármálaráðuneytið. Það hefur bara gengið fjandi illa og allt og hægt. Og á einhverjum tíðanpunkti hefði ég átt að bara stoppa og krefjast þess að nú er þið stokkað upp á nýtt. Og við tækjum þessu umræðu frá grunni. Ætlum við að gera þetta eða ætlum við að gera þetta ekki, eða ætlum við ekki að gera þetta? Ætlum við að gera þetta eða ætlum við ekki að fara þessa leið? Að þegar Vinstri grænir voru orðnir sammála að það væri skynsamlegt að fara þessi leiðir, að það þyrfti að eyða öllu þessu púðri, öllu þessum tíma í að sannfæra Sjálfstæðisflokkinn að þetta væri skynsamlegt, kom mér á óvart. Og ég hefði átt að staldra við einhvern tímann fyrr og taka þessa umræðu á alvarlegum nótum við forsvarsmenn flokksins. Hvers vegna gerðum við það ekki? Af því mér fannst ég alltaf vera þokast í rétt átt. Og við þokuðumst í rétt átt.
en allt og hægt, allt og seint. Og það hefur tafið verkefni og það hefur gert það að verkum að við höfum ekki kannski verið með nægilega sameiginlega sterka sýn á hvað er rétt að gera. En er eitthvað á þessu kjörtímabili sem þú ert verulega stoltur af að hafa gert? Já, mjög margt. Bara mjög margt sem að við höfum komið í framkvæmd. Ég er bæði stoltur af öllum mínum samráðherrum, bæði það sem Willum hefur að gera í heilbrigðismálunum. Mér finnst Lilja hafa gert stórvirki í menningarmálunum, hvernig hún hefur haldið utan íslenskuna. Mér finnst Ásmundur Einar hafa staðið sig gríðarlega vel að koma að þessum íþróttamálum lengra og þessum mikilvægu verkefnum sem er búin að vera stopp meira og minna, bara talandi þjóðarhöll. Og sjálfur er ég sáttastur við það að hafa náð þessari yfirsýn yfir húsnæðismarkaðinn, náð þessu samtali það hvernig við getum á næstu árum náð þessu jafnvægi og bara gera sig grein fyrir að það tekur tíma. Og í samgöngumálunum eru bara fjölmörg verkefni sem ég er gríðarlega ánægður með að hafa náð. Og til að mynda svo staðreynd að hægt sé að bjóða Sundabrautuna út á næsta ári finnst mér frábært. Hvernig að því að samgöngumálun svona kannski standa svolítið nærri og varst samgönguráðherra. Núna, þetta hefur verið erfitt ár, kannski síðustu 1,5–2 ár í samgöngumálum. Svona alvarleg slys, mikið talað vegi, ónýta vegi. Hvaða tilfinningu vekur það upp í þér að sjá þessa þróun? Ég er sammála. Janúar 2024 var mjög erfiður mánuður. Það voru hvert slysið á fætur öðru, hvert dauðaslysið á fætur öðru. Og svo hélt þetta bara áfram einhvern veginn allt árið. Og það er einhvern veginn bæst ofan á. Öll þessi morð, meira svo börnum. Þetta er búið að vera afleitt ár á margan hátt. En varðandi samgöngumálin þá svona helltist yfir mig svolítið þessi tilfinning að allt frá því ég kom inn 2017 þá náðum við gríðarlegum árangur eða fækka slysum, náðum að byggja upp mikið af vegum og við náðum að bæta umferðaröryggi þannig við vorum komin í markmið. Við vorum komin á þennan topp 5 í Evrópu sem við sóttumst eftir og meira að segja í 3. sæti. Og svo kemur svona bakslag og þá fyrir maður að velta fyrir sér er þetta bara svona nauðsynleg sveifla, við erum vissulega ekki mörg eða er eitthvað að gerast sem gerir það að verkum að við getum hugsanlega farið aftur að vera á ekki nægilega góðum stað. Þurfum við að setja svona eitthvað viðbótar átak í gang og ég velti þessu dálítið fyrir mér þarna framan af árinu. Svo svona virtist þetta tíma einmitt ná betri takti í samgöngunum. En ég held að við megum ekki missa augun af þessu. Umferðaröryggismál eru bara eru hjartansmál. Ég held að skipti alveg gríðarlegu máli upp á upplifun fólks á öryggi, að það upplifi öryggi þegar það sest upp í bíl og keyrir í næsta bæjarfélag eða næsta landshluta eða jafnvel bara eitthvað styttra og það eigi ekki að vera óöryggistilfinning fólkin við það. Hvað eru hlutdeildarlán? Já, þegar við vorum búin að búa til þetta almenna íbúðakerfi sem eru leiguíbúðir með stuðningi ríkis og sveitarfélaga að þá þróuðum við Ásmundur Einar í fyrra kjörtímabilinu og síðan tók ég við þróuðum þessi hlutdeildarlán sem er stuðningur við ungt fólk sem ekki getur eignast húsnæði án stuðnings og þetta virkar í raun og veru þannig að ríkið á 20% bara hluti íbúðinni og þú borgar þar alveg þú þarft ekki að taka lán nema fyrir miklu minni hluta, þú skuldar miklu minna og þú borgar enga vexti af þessari eign ríkisins, engar afborganir í tiltekinn tíma og þú þarft bara að eiga 5% eigið fé. Þannig að þetta er gríðarlega góð hjálp fyrir þá sem þurfa þennan stuðning. Hann er auðvitað miðaður við ákveðnar tekjur og eignir. Á meðan við vorum að búa til þetta almenna íbúðakerfi sem hefur gagnast þúsundum og mun gagnast þúsundum áfram og hlutdeildar lána fyrirkomulegið sem líka mun gagnast þúsundum.
þá staðreyndin svo að aldrei fleiri hafa átt sitt eigið húsnæði. Líka meðal ungs fólks í öllum tekjutíðendum, þrátt fyrir þá umræðu sem í gangi. Og það líka staðreynd að á síðastliðnum 5 árum hefur verið byggt upp húsnæði sem á engum tíma í íslenskri sögu hefur verið byggt upp jafn mikið húsnæði á þessum 5 árum, frá 19 til 23, eða 15.000 nýjar íbúðir, 16.000 nýjar íbúðir. Og ástæðan fyrir því að menn telja þetta ekki nóg að á sama tíma var gríðarleg fólksfjölgun og langt umfram það sem við höfum nokkuð tíma séð. Þannig að ef við höldum þessum takti áfram, sem eru allar líkur á, vegna þess að við erum búin að ná verktökunum í gang. Það eru allar hendur í gangi sem að geta smíðað hús. Við erum búin að búa til kerfin, lóðirnar eru til hjá sveitarfélögunum. Þannig að ef við getum haldið áfram að vinna á þessum takti, að þá ekki mörg ár í það að við náum þessu jafnvægi sem við höfum verið að sækjast eftir í mjög langan tíma, en aldrei náð. En við erum nærði í núna heldur en nokkuð tíma. Þú tókst svolítið svona óvænt skref og fórst í annarsætið í kjördæmanniðinu og tókst hana Höllurhund Lóadóttur inn. Hvers vegna ákvaðstu að gera það? Ég myndi segja að það eru svona 2 meginástæður, og þetta getur verið fleiri, en 2 meginástæður. Annars ertu með Höllurhund sem sóttist eftir því að koma og vinna með okkur. Eftir samtöl við hana upplifði ég það að bara hún var með framsóknar hjarta. Hún barðist fyrir þeim sömu hugsjónum og við gerum. Og mér fannst bara mikilvægt að fá hana til liðs við okkur. Hins vegar, þá vorum við að fara í kosningar, óvæntar, þar sem við erum með mikinn fjölda af reynslumiklu fólki, ekki útlit fyrir það að það yrðu mikla breytingar á meðan að samfélagi kallaði breytingar. Og mér fannst mikilvægt að formaðurinn gengi á undan með góðu fordæmi og segði við viljum fá nýtt fólk til liðs við okkur, öflugt fólk. Gjörðu svo vel, Halla, takk þú fyrsta sætið. Ég tilbúin að taka annað sætið og segja einfallega við kjósendur í Suðurkjördæmi ef þið viljið fá mína þjónustu áfram, þá þurfum við að kjósa okkur. Annars vegar Höllurhund sem hér með nýja ferska vinda og hins vegar mig sem reynslu boltinn sem búinn að vinna fyrir kjördæmið í 15 ár, tilbúin að halda því áfram og segja einfallega við þurfum að gera eitthvað nýtt til þess að ná í gegn og ef að formaðurinn gengur ekki á undan þá það í mínum huga engin formaður sem þorir ekki að setja sjálfan sig á spil.